Hér ætlum við að skoða hvernig maður býður öðrum kennurum inn í verkefni og hvernig maður þiggur boð frá öðrum. Nú við förum hérna inn á edfinning.net og skráum okkur þar inn með okkar aðgangsorðum. Þá erum við komin inn á Edfinning Live sem þetta eiginlega skólasamfélag Edfinning, þessi félagsvefur þar sem að kennarar geta verið í sambandi, stofna verkefni, verið á netnámskeiðum og fleira. Nú það sem við ætlum annars vegar að gera að leika kennara sem að býður öðrum inn í verkefni og svo ætlum við að leika kennara sem að þiggur boð frá öðrum inn í verkefni. En við byrjum á því að bjóða inn í verkefni. Nú það sem við gerum við förum hér undir Projects, það sem verkefnin okkar eru. Og þar erum við með verkefni hér sem heitir Nordic Literature sem við erum búin að stofna áður og það myndband hér á síðinu það hvernig maður stofnar verkefni. Nú, það sem við ætlum að gera að bæta fleiri kennurum inn, þannig við förum hérna í Add New Partners og þar eru þá hérna allir vinir mínir kontaktar og það einnig vídeó hér á síðunni það hvernig maður kemst í samband við aðra. Nú við finnum kollega minn hérna Sólveigu Sigurðardóttur sem ég ætla að bjóða inn í verkefnið hér á listanum. Hér hún og við hökum við hana. Nú ef það væri fleiri sem við ætlum að bjóða þá myndum við haka við þá líka en við ætlum aðeins að bjóða Sólveigu. Og svo förum við hér í Invite og þá fáum við hér tilkynningu að Sólveig hafi fengið boðum að fara að ganga í verkefnið og þegar hún samþykkir þá birtist hún á listanum yfir þá sem eru í verkefninu. En við skulum þá skoða hvernig þetta lítur út Sólveigar megin inni hjá henni og skoðum þá hvernig maður þiggur boð frá öðrum inn í verkefni. Nú þegar Sólveig skráir sig inn þá býður hennar hérna tilkynning undir bjöllumerkinu og hún smellir þar á og þar getur hún annarkvort hafnað eða samþykkt boðið og Sólveig samþykkir og þá birtist verkefnið hérna undir Projects það sem listi yfir hennar verkefni og hún meðlumur í þessu verkefni hér, Nordic Literature og getur meðal annars farið hérna inn á TwinSpace samstarfssvæðið. Nú þið takið eftir því að það eru miklu færri möguleikar hér heldur en hjá Guðmundi áðan þegar hann bauð Sólveig inn. Við getum reyndar borið saman hér annað verkefni sem hún tekur þátt í. Hérna hefur hún alla þessa möguleika að bjóða inn hérna nýjum meðlimum og breyta réttindum og svo framvegis en ekki hér. Þetta helgast að því að hér hún með stjórnendaréttindi, administrator, það aðeins þeir sem geta boðið inn. En þegar það búið að bjóða þér inn í verkefni, þá ertu fyrst bara svo kallaður member eða meðlumur og ert ekki með slík réttindi. Þannig að til þess að fá þessa möguleika hér, þá þarf að gera Sólveigu að administrator. Hún þyrfti þá að ræða við þann sem bauðin inn, Guðmundi þessu tilfelli til þess að gera það. En það annað myndband hér á síðunni það sem við skoðum hvernig maður breytir réttindum. Nú, það svona sem að maður býður öðrum inn í verkefni og þiggur boð sjálfur inn í verkefni. Gangi ykkur vel.